Hvað sem hverjum kann að þykja lyktina, þá skatan ómissandi partur af jólahaldi okkar Íslendinga. Í Fiskkompani, sælkeraverslun á Akureyri, skatan komin í hús, já og jólin með. Þetta alltaf að auka sko. Ég sé ekki að slá í 1,5 tonn núna á skötu. Og hún öll eins eða þetta mismunandi típur af skötu? Þegar við erum að skera skötuna, þá náttúrulega erum við að skera hana mismunandi, það eru börðin og svo erum við að skera líka í svona sérvalda bita, þykka og stóra bita. Og þetta stórskatan og hún jafnframt líka söltuð. Það svona fyrir þá sem að kannski vilja ekki hafa hana of kæsta, saltið dregur aðeins úr. Þannig að við erum að salta og bjóða upp á það en svo náttúrulega tindabekkjan. Hún baneitru kvikindi. Hvernig svo skatan best? Hún náttúrulega langt best með vestfiskum hnoðmör og stappa með kartöflum og sett vel af því yfir. En hamsatólkurinn langvinsalastur, hér allavega á Akureyri yfir skötuna og fólk að borða hamsatólkin yfir og svo það náttúrulega með saltfiskin með og annað sem tilheyrir. Þannig að það ekki bara skatan, fólk að kaupa alls konar annan fisk með þessu líka og bjóða upp á? Já. Það að taka mikið saltfisk og plokkfisk og svo það með síld og rúbrauð og síld með. Þannig að þetta verður svolítið svona hlaðborð þar sem að fjölskyldunar að hittast, ekki bara þeir sem í skötunni. Þó að þeir sem borða ekki skötu eiga stundum erfitt með að borða matinn sinn í skötulyktinni. En þetta bara tilheyrir og þetta svo gaman og ég segja fyrir mitt leyti, ég gæti ekki sleppt skötunni, mér finnst það bara æði, ég alin upp við þetta og held þessu áfram. Þú nefnir skötulyktina, eitthvað hægt að hafa að opna verslun á meðan það verið að skera hana? Já, við náttúrulega reynum eins og sér verkunin á bakvið að hún ekki stór og hún náttúrulega mjög nálægt búðinni. Þannig að við erum að skera hana og preppa hana og græja bara þegar búðin lokuð í raun og veru, annarkvort strax fyrst á mótnana eða þá helgar sko, áður en hún opnar. Nú heyrum menn tala að það sé ekki alvöru skatan ef hún sé vel kæst, það svoleiðis? Já, það alltaf til þessi menn sem vilja fá hún alltaf ekstra sterka sko, þannig ég meina sumir segja að þeir bara líka að vilja slímhúðin sko bara losni frá og allt saman þeir að borða skötuna sko. Þannig að, þetta fylgir þessu. Þannig að það mikil kúnst á bakvið að borða þetta líka, slímhúðin losnar upp og alls konar æfingar. Já, það var áður fyrir alltaf mælikvarði því ef þú fórst að gráta, þá var hún sterk sko. En það bara því sterkar sem hún því betri hún í rauninni. Þeir sem eru skötu unnendur. En svo eru þeir sem að byrja að borða skötu, þeir vilja hana minna kæsta og komast upp á lag með það og fara þá í sterkara næsta ári og svo framvegis. Þannig að fólk lærir kannski að borða skötu líka, það sem hefðir fyrir sko. En hvað með að elda skötuna, það mikil kúnst líka? Nei, það engin kúnst þar á bakvið. Maður að sjóða skötu allt frá 10 mínútum og upp í 20-25 mínútur, það svona. Ég sjálf myndi sjóða hana bara í 10-15 mínútur, það bil. En mjög margir að setja hana ofan í og leyfa henni bara malla ofan í klukkutíma sko. En það bara einhver hefð sem að fólk tekur til sín sko. Það þó meira en bara skata á Bóstólnum í desember og yfir hátíðarnar. Fram í verslun eru allskyns kræsingar og fólk að versla sér í jólamatinn. En hver skildi jólasteikin í ár vera? Erum við föst í gömlu vana eða erum við tilbúin að breyta til og prófa eitthvað nýtt? Já, það að prófa Wellingtonið hjá okkur. Svo erum við með Wellingtonið verður í jólaáramóti og mjög vinsælt og hefur aukist núna alltaf hjá okkur. Svo nýtt hjá okkur sem léttreykt lambastek sem mjög auðvelt að elda og þægilegt og kemur í rauninu kannski svolítið fyrir lambahryggjinn, léttreykt lambahryggjinn. Þannig að það svona nýtt líka. En Wellingtonið klárlega það sem að fólk að sækjast í þessa nýjunga. Það alveg klárlega sko. Sjáu þið mun á kynslóðunum þar? Þetta yngra fólki sem viljur til þess að prófa nýjungarnar? Nei, það nefnilega svo skemmtilegt að þetta alveg allur aldurshópur. Já, það verður ekki bara hamborgarhryggur og hangikjöt á borðum landsmanna í ár.
En hvað það sem kitla bragðlaukana hjá þessum sem þyrstir í eitthvað alveg nýtt og framandi? Dræitsið úr skápnum, það er eitthvað sem við erum að þróa hægt og rólega og svona vissir kúnnar sem eru svona aðeins farnir að gjóast og fylgjast með þessu. Það er náttúrulega sjúkt ef maður horfir það á svoleiðis. Það er alveg mergjað og þar er Árni okkar maður að selja og fræða fólk þetta. Þannig að að gera ef að vill prófa eitthvað nýtt og kynnast því að heyri í honum. Því verður ekki neitað að jólamaturinn spila stórt hlutverk við að skapa hina sönnu jólastemmingu. Lyktin og bragðið er eitthvað sem rifjar upp gamlar og nýjar minningar og kemur mann í rétta skapið. Hvort jólalyktin er af skötu, hangikjöti, já eða einhverju allt öðru, þá er það á tæru að lyktin er komin í hús. Nú með jólin koma. Já, þau eru bara á leiðinni og eiginlega bara komin. Þegar lyktin er komin og hangilæri upp á borði og jólatónlistin er komin á.